Halló, Ég heiti Elisa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Fyrsta sinn sem við erum að taka upp eftir að við gáum út þætti Það sem er alveg smá galið. Já, það er mjög spes að ég er að vita það í fyrsta skipti að við erum að taka upp og við erum búin að gefa út. Það er eitthvað breytir öllu. Finnst þið það? Mér finnst það ekki. Ég veist, jú, alveg. Okay. En ég allavega Fyrir mig allavega. okay. Ég vil allavega segja bara takk fyrir viðbröðin. Við erum eiginlega í smá sjokki. Já, við byggumst ekki við að fengum svo mikið strax. Svo sannarlega ekki. En það er ekki ekki. Við erum mjög þakklátt fyrir alla lúðun okkur. Og já, þið haldið áfram að hlusta. Vonandi. Já, það er bara, já, geggjað og við dyrkum ykkur. Svo sannarlega. Já. En já, mér langaði að byrja þáttinn aftur á einni spurningu. Ok, komdu með það. Ok. Ef það er eitthvað sögulegt tímabil sem myndi verið að lifa á, hvað var það? Þú veist, ég er búin að svara þessu. Aha. Já. Er ég búin að spyrja þessu spurningu? Nei, en ég svaraði þessu í annari spurningu. Ó, það? Já. Ó, ég er búin að stengla með því. Bara versalar. Já. In its prime. Já, það er það rétt. En þú? Sko, það er örugglega annarkvort forn Grikkland eða forn Rómaveldi. Ok. Ég held forn Rómaveldi. Já, það... Læknisvísindum voru miklu betri þar heldur en í Greiklandi. Og já, ég held að þeir hafa verið með betra vín. Já, það var líka nóg að því í versalum. Það var bara flæðandi út allt. True. Ha. En fólk var að kúka fram á gangi. Þannig að Já, swings and roundabouts. heldur virkilega að það var ekki að gera það? Ekki fram á gangi. Hver veit? Þeir voru allavega búin að finna upp, þú veist, bara svona basic. En svo voru sem komin klósett líka í versali. Já, undir lokin. Já. Já. En annars þá ég með eina litla spurningu fyrir þig. Ok, hvað er með? Hvert er þitt go-to karaoke lag? Fyrsta sem kemur upp í hausinn, það er I Believe in Miracles með Hot Chocolate. Ég meina, þetta er að einhverjum ástæðum næ ég þessum nótum. Get ekki útskipt af hverju, Nei. að mega engan sens, en ég fucking rock þetta lag, sko. Ok. En þitt? Ég hljóma sem svo mikil millennial Nú, þegar ég segi þetta. hvað er Smash Mouth? Nei. Það er Gimme með ABBA. Það er klassik. Það er eitthvað svona stemmingslag. Það er Ég veit ekki, algjör mér finnst stemmingslag. það geggjað. Mér finnst algjör synd að þetta sé ekki ennþá að spila á djamminu. Þetta er það? Nei, þú veist, ekki á djamminu, þú veist, heldur virkilega að Jú, samt alveg. það, Já. heldur að Lux og Auto sé að spila Gimme. Ok, þú erum líka valdir verstu tvo skemmtstæðana. Ég veit, en samt. Já, en það er samt alveg, ég hef alveg verið á djamminu og þetta kemur. Já, það er vanlega Kiki. Kannski Lebowski. Nei, ég er samt alveg líka aðrir. Já. Ok, það er þetta langt síðan ég fór á djammi. Já. Það er annar mál. Í dag er ég að fara að fjalla flugslis. Svo smá trigger warning fyrir flughræta. Ef að þið vilja ekki hlusta áfram, að þá skil ég það fullkomlega. En ég vildi bara rétt segja þetta svona inn í byrjun. Ok. Ég er til. Árið er 1972. Þetta er stutt síðan. Samt ekki. Já, svona samt. Sem við erum vanlega búin að vera að tala um einhverja hluti sem eru 200 ára eftir í tíma. Já, nei, ég held að vera að tala um, þú veist, í flugslísasögu, þá er ég bara eitthvað... Já, nei. Ekki flugslis að segja. Byrjum aftur. Árið er 1972 og það er föstudagurinn 13. október og hapadagur. Já, vá, ég tengdi ekki eins og við það. 13. föstudagur.
vel gert Jónas. Þú meira að kalla þig Jónas. Ég veit, það er þegar ég er að skamma sjálf á mig. Okay. Íþróttafélagi Old Christians Club sem er best þekkt fyrir rugbylið sitt voru að fara að ferðast með vél Uruguayan Air Force frá Montevideo, Uruguay til Santiago í Chile til þess að spila vinaleik. Þeir voru að leigja vélina þannig að það var svona charter flight. Já. Og félagið hafði nú þegar ferðast frá Montevideo deginum áður en þurfti að millilenda í Mendoza, Argentínu vegna veðurs. Það er ekki versti staði til þess að þurfa að lenda í. Nei, þannig að vínegur staður og svona. Veistu, ég tjekka ekki að því. Já, það er allan að eitt borði Hitman, það sem verðt á vínegru í Mendoza. En já, þannig að upphaflega byrjaði ferðalagið 12. október að þið þurfti að millilenda hana. Og planið var því að fara frá Mendoza til Santiago þennan dag sem við erum á, 13. október. Vélin var það gerðinni Fairchild Turboprop og umborð voru 40 farþegar og 5 áhafnameðlimir. En þetta var sem sagt leiguflug, eða leiguvél, svona charterflight. Er það alltaf charter því? Ég er ekki nóg mikið inn í þessu. Nei, þetta er, já, svona leigu. Ok. Og ásamt liðinu voru einnig stöðningsmenn, vinir og einhverjir fjölskyldumeðlimir þeirra til þess að hjálpa að borga fyrir vélina. Já, ok. Já. Þannig að þetta var ekki stærsta lið í heimi. Nei, ég skil. Já, það var ekki stærsta lið í heimi og ég veit ekki alveg nákvæmlega ástæðuna af hverju þeir voru að leigja vél. Nei. En það var samt grútlegt að einhverjir stuðnismenn og svona sé að hjálpa þeim að borga fyrir til þess að geta þannig að þeir komist á annan vinaleik. Vélin fór í loftið 18 mínútur yfir 2 að staðartíma og áætlað var að fljúga suður fyrir The Pass of Planchón fjallið yfir til Santiago, Chile. Venjulega hefði önnur leið verið flogin en vegna þess að vélin sem þau voru á, Fairchild Turboprop, gat ekki flogið hærra en 22.500 fet og því þurfti að fara lengri leiðina. Já. Til þess að komast yfir fjallin. Það verður komst ekki hærra? Bara eitthvað max. Það er oft vélar eru með svona ákveðum limit. Ha? Er það? Já. Ha? Nei, ég hef aldrei heyrt þetta áður. Hefur aldrei þegar heyrt þetta áður? Nei. Faraði ekki allar upp í 30 fet? Það er ekki standard? Nei, það er bara mismunandi milli véla. Það? Já. Maður er alltaf að læra eitthvað. Alltaf að læra eitthvað nýtt. Þú veist, það er sama með, þú veist, bæði lengd fluga og hæð sem geta verið í. Það er mismunandi eftir vélum. Það er magna. Ég skil þetta með lengdflugu því að bensíntankurinn er bara svo stór. Þú veist, make a sense. En hæð, ég hef aldrei pælt í að það væri eitthvað restriction á hæð. Jú. Það er bilað. Þegar klukkutími er liðin á fluginu, lætur flugmaðurinn, first officer, Lieutenant Colonel Dante Lagurara. Já. Flugturnin vita að hann sé að fljúa yfir Pass of Planchón fjallið og stuttu sé að tilkynna hann að vélinn sé hjá Curicó, Chile, sem er 178 km suður af Santiago. Okay. Þannig að flugmaðurinn segir að þeir séu staðsetti þar og biður þar leiðandi leyfi til lendingar eða lækkunar. Svo var hins vegar ekki. Flugmaðurinn hafði ruglast aðeins, mögulega frekar mikið, því vélinn var enn staðsett yfir Andesfjöllunum. Já. Starfsmaðurinn í flugturninum veit ekki af þessum mistökum og trúir flugmanninum staðsynningu vélarinnar og gefur því leyfi til lækkunar fyrir undirbúning til lendingar. Já, ok. Stuttu seinna næst ekki vélina. Já, þannig að þetta var í rauninu mistök báðu megin. Er ég að skilja það rétt? Sko, ég er ekki alveg viss hvernig búnaður þeir voru með í flugturninum, því að ég veit ekki hvort þið gáttu sé staðsynningu vélarinnar. Já, meina þau. Þannig að þar að leiðandi
eina sem að starfsmann í flugturnum getur gert að treysta flugmanninum. Já, og flightradar.com var ekki Nei, það var ekki til. Nei. Ekki árið 1972 í Chile. Hver veit? Klukkan 3:30 þennan kalda föstudag hafði Uruguayan Air Force flug 571 hafi lækkun, en þegar vélinn var komin niður fyrir skýin birtist þeim ekki flugbraut líkt og þeir hefðu gert ráð fyrir, heldur tók á móti þeim fjall. Jesus. Vélinn lendi á fjalli sem gerði það að verkum að hægri vængurinn fór af vélinni strax, vinstri vængurinn fór svo stuttu seinna og vélinn endaði á að brotlenda í argentískum dal nærri landamærum Chile. Og eftir að hafa lesið með eitthvað til frásagnir eftirlifenda að þá fór vélinn á gigantískum hraða. Já. Þetta var náttúrulega áður en þeir ákveða að hægja flug. Þeir voru aðeins bara, þeir voru fannin að lækka. Skilju, hafa lækkun. Já, ég veit, en sem sagt venjulegur flughraði var miklu hærri í gamla daga heldur en hann núna. Já, ok. Þú veist eins og En þetta var samt bara lítið vél. Já, samt. Já, ok. Nei, þú veist eins og núna, veist ég man að það tók 2,5 tíma að fara til Köpen til dæmis. Já. Í den, núna tekur það hvað, 3? Svona 3:15. Já, einmitt. Cirka, 3:15. En hún allavega fer á gigantískum hraða niður. Þú veist, eftir að þið lenda, þá fer hún síðan svona niður meðfram fjallinu. Já. Á svakalegum hraða. Og þeir bara, allan að það sem ég las, þeir voru bara, við erum ekki að fara að lifa þetta, sko. Bara búin að lifa krassið, eða skilur, höggið. En svo var hraðinn svo, þau tala allir allt sem ég las, tala hraðinn var svo rosalegur. Jesus. Leit að vélinni og eftirlifendum hófst fljótlega eftir að sambandið við hana slitnaði. Fljótlega komst á ljós að síðasta þekkta staðsetning vélarinnar stemdi alls ekki og hlaut því að vera vitlaus. Þannig að það var fyrst byrjað að leita á vitlausum stað. Já, meinar. Hversu langt inn í leitina vissu þau? Það kom ekki fram en það tók ekki langan tíma. Nei. Byrjað var þá að leita í Andesfjöllunum en leitin gekk ekki vel og aðstæður voru mjög erfiðar sökum þess hve mikill snjór var í fjöllunum. Það tók því miður ekki langan tíma fyrir leitaraðila að áætla að líklegast hefði engin lifað slysið af og var formlegri leit hætt eftir 8 daga. En það var hætt? Já, formleg leit en aðstandendur og einhverju svona fjölskyldu Já, ég héldu áfram. Já. En já, svona formlegri leit var hætt eftir 8 daga. Damn. Þau héldu bara með við aðstæður er ekki fræðilegur að einhver hafi lifað það. Ótrúlegt en satt þá lifðu 33 manns slysið af en flestir voru þó mjög slasaðir en þó á lífi. Það voru því 12 mann sem létust strax við slysið sjálft en einhverju létust svo nóttina. Það er stundum smá á reiki hvenar fólk dó, hversu margir dói hér, hversu margir dói svona. En það er alveg skiljanlegt, en það voru alveg margar heimildir sem sögðu að það voru 5 manns sem létust fyrstu nóttina. Já, það er rosalegt. Það er eitthvað massífir áverkar. Já. Eitt smá innskot. Það er nefnilega talað að þeir hafi verið í belti. Já. Þess vegna náðu svona margir að lifa af. Já, ok. Uppálega krassið. Já. Ertu núna að fara að gera svona safety? Nei. Fyrst að þú verður flugfræð. Nei, en flugmaðurinn eða flugstjórinn, man ekki hvort, setti á beltin af því að þeir grunaði gæti verið smá ókyrrð. Já, ok. Sem er líka bara eðlilegt að þú fljúga í fjöllum eða yfir fjöll, þá er eiginlega alltaf ókyrrð. Þannig að það voru svo margir í belti. Þannig að það er líka alveg galið að 33 manns af 45 hafi lifað hana strax af. Hefði björgun náðust strax, hefði 33 manns lifað. Já. Þetta slys af. Aðstæður fyrir eftirlifendur voru alls ekki frábærar. Mikill snjór var í kring og það var mjög kalt. Vel niður fyrir frostmark. Ekki nóg með það heldur var staðsetningin sem vélin endaði á
í 11.500 feta hæð. Þannig að loftgæði voru heldur ekki frábær. Jesus, hvað er það mikið í kílómetrum? Þetta eru 3.505 metrar. Damn, það er alveg hátt. Það er alveg mjög hátt. Heppilegt Innan gæsalappa. var þó að búkur vélarinnar, sem samt farþegarýmið, var að mestu leyti heilt, þrátt fyrir allt. Vá. Svo þeir náðu að fá eitthvað skjól frá veðrinu og bara aðstæðanum. Þeir notuðu einnig þann farangur sem eftir var til að búa til auka skjól Já, sniðt. og voru að stapla ferðartöskum til að reyna að búa til veggi og þeir voru að taka í sundur sætin Já. til að búa til hérna skjóli til að reyna að hita sig og að því að það var ull coverið á sætunum var ull, þannig að þeir náðu að rífa það af til þess að halda sér hita. Þeir voru bara að nota allt sem þeir gátu. Sniðt. Og já, ég segi þeir að því að ég þótt að voru einhverjar konur borð en þá letust þær allar strax. Allar? Já. Damn. Þannig að þetta eru allt karlmenn sem eru þarna. Já, Jesus. Það tók eftirlifendur svona viku að klára þær litlu matarbyrðir sem að eftir voru eftir slysið. Þetta var þó mest nammi og vín sem er ekki að besta til þess að hafa í þessum aðstæðum. Já, víni heldur í þetta allavega. Já, þú verður samt alveg svangur líka því. Það er svona svingri. Já, þetta. Heldur ekki hvaða vín, sko. Já, það var mest bara eitthvað nammi og vín. Okay. Já, þeir náðu þó að láta duga í viku. Það er magna. En þá voru allir mjög svangir. Mhm. Á þessum tímapunkti voru allir að nálgast þolmörk sín og var því tekin sameiginleg ákvörðun að til þess að lifa af var það eina í stöðunni að nýta sér líkamsleifar þeirra sem farist höfðu. Já, þetta er alltaf jafn galið. Ég hef búin að heyra þessu máli, sko. Þetta er alltaf jafn galið, en ég myndi líklega gera það sama. Já, Roberto Canessa, einn af þeim sem lifði af, skrifaði ævisögu sinni sem ber nafnið I Had to Survive. Já. Hann segir, og ég ætla að hafa þetta á ensku. I will never forget that first incision, when each man was alone with his conscience on that infinite mountaintop, on a day colder and grayer than any before it or since. Jesus. Og hann var beðinn samt, hann tók fyrsta Já. að því hann var læknanemi. Já, hann vissi best hvað Já, er best að þú veist, þeir voruð hann að nokkri ár, ég kem með annað kvót eftir hann en hann var svona sá sem ég vil ekki segja tók forystuna. Nei. En hann segir líka í bókinu sinni The four of us, each with a razor blade or a shard of glass in hand, carefully cut the clothing of a body whose face we could not bear to look at. Jesus. En svo segir hann líka að einmitt, þetta var bara gera þetta eða deyja. Og hann hefði sagt að eins og það var erfitt að vera þarna að borða vini sína eða fólk sem hann þekkti, að þá sagði hann að hefði hann dáið, hefði hann vilja að þau myndi nýta sér líkamsleifar sínar til þess að lifa af. Já, menn 100%. Já. Þegar allir héldu að aðstæðunar gæti ekki orðið verri, þá þann 29. október var snjóflóð. Nei. Sem var til þess að rakvélarinnar endaði á kafi í snjó og nokkrir sem voru inn í vélinni, þú veist, þeir voru fastir undir snjó, þurfti að grafa sig út. Jesus. Þessi atburður tók 8 líf, bara snjóflóðið. Það er rosalegt. Þannig að þarna var skjólið að farið að mestu, fleiri dánir, þetta, já, bara hræðilegt. Já. Heildatala látina á þessum tíma er því 26
af þeim 45 sem fóru af stað í þetta ferðalag. Ég er 19 eftir. Já. Því miður er þetta ekki búið og engin hjálp á leiðinni. Og ég er smá núna að hoppa yfir að því að ég vildi bara ekki vera að fara yfir meiri, hvað ég segja, vesæld. Já, algjörlega. Þannig að núna erum við smá hérna að hoppa frá 29. október yfir á 12. desember. Ha? 12. desember og þeir eru ennþá í vélinni? Þeir eru ennþá upp í fjallinu. Guð mig góður. En þann 12. desember ákváðu 3 einstaklingar að fara af stað til að reyna að finna hjálp. Því eins og staðan var 20 í boði. Fara af stað, leita hjálp eða bíða og deyja. Og þannig eru 16 eftir á lífi. Það var 3 dáið þannig í millitíðinu. Já. Shit. Og það var ákveðið að þeir 3 hraustustu myndu fara að því að það voru ennþá ykkur sem voru fótbrotnir og Getur ímyndaðir illa gróið og já. Þannig að þeir 3 sem voru hraustastir gátu gengið og allt svoleiðis voru þeir sem héldu á stað. Eftir 3 daga snýr einn þeirra við til þess að gefa hinum 2 betri möguleika á að ná markmiðinu. Nú. Í rauninu bara upp á matinn að gera. Þú veist náttúrulega þú ert meira á hreyfingu þá þarftu meiri mat. Já. Þannig að það var tekin ákvörðun að það eru 2 sem myndu halda áfram í staðan fyrir 3. Þannig að það eru bara 2 að deila matnum í staðan fyrir 3. Jesus. Þannig að hann snýri við, en hann snýri líka við með upplýsingar svona hvert þeir væri að fara. Já. Bara þannig ef Já. eitthvað að þá vita þær hvað hinnir 2 eru. Já. En hinnir 2 héldu áfram og leituðu að hjálp í 8 daga. Jesus. Ég bara get ekki ímynda mér viljasterkin í þessum einstaklingum. Það er magna. Eftir allan þennan tíma að vera að labba upp og niður fjöll í snjó, svo svangir. Það er rosalegt. Þeir komist að Los Meitenes þorpinu í Chile þann 20. desember og fundu 3 bændur. Það er alltaf að tala herdsmen. Mér finnst ekkit íslenskt orð komast nær því heldur en bændur. Tæknilega þessi eru bændur en Þetta er svona fjárhirðir eða? já, í rauninu. Ég myndi segja fjárhirðir. Ok. Maður hefði vonað á þessum tímapunkti hefði allt bara verið komið. Já. Kvispam, búm, búm. En málið er að það var á milli þeirra. Svo erfitt, meira ómögulegt, var að tala saman. Já, ég skil. Þannig að þeir voru Þannig að menninir eru þú veist, hér, svo er risa á já, og svo eru hinir hinum einn. En þetta voru fyrstu manneskina sem þeir lenta á eftir 8 daga. já. Þannig að result. Já, bændunir fara en koma aftur morgun eftir með blað og blýant sem þau binda stein og kasta yfir. Sniðut. Með þessu var þetta að koma skilaboðum áleiðis með því að skrifa þau á blaðið og kasta tilbaka. Já. Fyrstu skilaboð eftirlifenda slissins voru, eða bara byrjunin á því, það er aðeins lengra. I come from a plane that fell in the mountains. Jesus. Sem betur fyrir komust skilaboðin til skila og voru yfirvöld látin vita. Ok, gott. Það er svo típist að kastu þetta yfir og já, þessir fjárhirðar voru ólæsir. Þetta var þó ekki búið en þann 22. desember 70 dögum eftir slysið 70 dögum. það er samt eitt skrítið Já. að á mörgum stöðum og mörgum greinum segir þetta séu 72 dagar en ég fór í svona day counter alveg nokkra Já. og allir sögðu að 13. október til 22. desember eru 70 dagar en ekki 72. Já. Þess vegna segi ég 70 en það er allan annarkor 72 dagar. Ok. Eru 2 þyrlur sendar að slysstað og tókst þann dag að bjarga 6 manns. En sögum veðurs
urðu hinir 8 sem eftir voru að bíða og þeir voru svo sóttir daginn eftir. En samt svekkjandi. Já, getur ímyndaðar að sjá þyrlun að fara og sem bara kom ekki aftur. Já. Vitandi ekkert að þau gátu ekki komist. Það hefur örugglega enginn látið vita bara eitthvað, heyrðu, við erum líklega of slæmt til að koma aftur. Já, maður veit ekki. Nei, þeir hafa bara eitthvað, heyrðu, við komum bara eftir smá. Síðan bara... En svo samt líka galið að því að þessi Roberto Canessa er einn af þeim sem að fer. Já, hann er einn af þeim fyrstu sem... Já, sem að fer að labba. Og hann segir leið og þetta er svona komið. Skilur, þið vita að þeir eru að fara að fá mat og skjól og þetta er bara komið. Á það segja hann að hort í pókan sem hann var með. Séð allar líkamsleifanar vina sinna sem hann var með í pókanum til þess að halda sér mat. Halda sér mat. Já. Og hann fann eitthvað stað og gróðar. Af því þarna síðan svona fer þetta úr því að vera matur fyrir hann og nauðsinn í að vera hann að hann talar um þetta moment. Það er svona var það ekki þannig að þau sögðu ekkert þetta í alveg smá tíma? Býttu. Okay. Í heildina lifðu 16 manns af þennan hræðilega atburð sem er furðulega há tala. Já. Miðað við aðstæður. Snjóflóð. Líka bara snjóflóð, kalt, loftgæði ekki góð. Nei. Eftir á höfðu eftirlifendur slysins viðurkennt að hafa stundan mannátt til þess að lifa af og fengur mikla gagnrýni fyrir. Já. En það var náttúrulega bara hvernig lifðu þið. Ég mitt. En þeir útskýrðu að ekki væri hægt að vera með samviskubit yfir einhverju sem þeir höfðu ekki val um. En líka slysið og þær ákvarðanir sem þeir tóku til að lifa af breytti þeim og þeir urðu aldrei samir eftir þetta. Skilja. Og það er á einum stað talað að einn þeirra hafi sagt að þeir eru hort til síðustu kvöldmáltíðirnar. Já, með Jesú. Já, það líka með Kristi, það allt. Já. Og þeir hafi hort þannig á þetta. Já. Og það virtist hafa mýkt aðeins samfélagið. Það fengur minni gagnrýni. Já. Og kirkjan, hvað var þetta orðið? Svona fyrirgaf þeim. Já. Hvað er þetta kallaður? Er þetta lausnarétt? Já, þegar hann, hvað er þetta aftur á ensku líka? Absolved, já. Já. Er það ekki að lausnarétt? Hvað segir maður? Jú, en það er líka talað um eins og fyrirgefningu syndana. Það er, þú veist, Er það ekki lausnaréttur? Jú, en já, allavega þannig að kirkjan fyrirgaf þeim. Já. Eitt krúttlegt er að þeir sem lifðu af hittast alltaf einu sinni á ári þann 22. desember daginn sem þeim var bjargað með fjölskyldunum sínum. Það er geggjað. Og þá ætla bara að reyna flestir að komast og þú veist, þeir gera allt sem þeir geta til þess að mæta. Það er geggjað. Og þeir, hafa alla með bara til þess að sýna að þeir komust. Já, og ein heimild líka talað að þeir hafi allavega fyrst eftir slysið svona fylgst með börnum hinna sem dóu og svona haft þau líka með, svona tekið þau svona undir vendavæng líka. Það er ógeðslega. Þetta var bara svona lítið samfélag út frá þessu. All frá svipum stað. Já, þennan og í dag eru 14 enn á lífi af þeim 16. Okay. Og þeir tveir sem eru dánir eru bara nýlega, bara í 2020 og svo í fyrra. Það? Vá. Þó nokkra bækur hafa verið skrifaðar atburðinn. Frægust þeirra er bókin Alive eftir Piers Paul Reed. Ég held að þú ætlar að segja Piers Morgan. Nei.
sem setna var gerð mynd að árið 1993. Já. En þessi mynd hana sem kemur út 93, það er það fyrsta sem ég kynnist þessu máli. Aha. En ég mátti aldrei horfa á hana að því hún var bönnuð inn á 20 eða bönnuð inn á 22 og ég átti mann á DFD heima og ég mátti aldrei horfa á hana og það gerði mig ennþá forvitnar þetta. Já, væntanlega. Ég hef ekki ennþá séð hana. Ekki? Nei. Það er rosalegt. En ég valdi, ég held bara Mamma. má ég ekki horfa á hana? Mamma. En já, þannig að það er það fyrsta sem ég kynnist þessu máli. Já. Nýlega, í fyrra, kom svo út myndin Society of the Snow. Það er enski titillinn. Já. Hún er á spænsku. Jú. Ég bara ætlaði ekki að fara að reyna alla hana. En þessi myndi byggð á bók eftir Pablo Vierci. Hvernig skrifa? V-I-E-R-C-I. Vierci. Myndin er talin mjög áreiðanleg og hann Roberto Canessa sem ég hef nefnt núna násunum áður. Læknaneminn. Já, sagði að erfitt hefði verið fyrir hann að horfa á myndina því ólíkt öðrum þá náði þessi the events grim details correct. Já. Og hún er að hluta til tekin upp á alvöru slys staðnum. Nei. Jú. What? Og þetta er í fyrsta sinn sem að eitthvað er gert eftir þessum atburð. Eitthvað svona, já. Það sem að þeir leyfðu notkun á sínum alvöru nöfnum. Var alltaf búið að breyta nöfnunum? Já, af því þeir bara vildi ekki. Já, ég skilja, veist. Og þeir horfðu allir saman á myndina og þegar myndin var búin þá bara stóður upp, klöppuðu, bara grétu, knúsuðust. Geggjað. En hægt er að horfa á þessa mynd á Netflix. Jaha. Fyrir þá sem hafa áhuga og hún er á íslenska Netflix, ég tjekkaði. What? Geggjað. Vá, mér langar að horfa nú. En ásamt þessu þá hafa nokkrir eftirlifendur gefið út bækur upplifun sína. Já. Eða svona ævi sögu, minning memoir er. Já. Ég man ekki alveg hvað þetta heitir í íslensku. Minningar eða eitthvað. Já. Jesus. Það er rosalegt. Rosa létt svona lögðsmotni. Já, algjörlega. En svo núna, eins og ég sagði þér í morgun, nú ætlum ég að taka svona smá eins og við tökum fyrir í vinnunum minni. Nei, bara já. Já. Að þá er það hluti af þjálfun, eða svona þjálfun og endur þjálfun að fara yfir flugslys og meta þau. Meta þau hljóma samt óslítla. Já. En svona eins og það talaði að, núna get ég verið að byrja svolveg, en að 80% af flugslysa sé mannlegur þáttur. Já. En mannlegur þáttur getur verið samt svo rosalega margt. Já, 100% sko. Það er ekki bara ákvörðun eitthvað seins. Nei. Já, það tala the human factor. En þarna vissulega eru mannleg mistök. 100%. Flugmaðurinn, og það er talað að hann hafi ekki verið rosa reyndur. Já. En ég ætla samt alls ekki að hengja hann á því. Nei. En hann, les vittlust í staðsningu. Sko ok, núna veit ég ekki hvernig þeir mæla þetta í loftinu. Ég þekki ekki. Nei, en hann allavega samt bara í grunninn. Já. Það segir að vélinn sé á einum stað og hún er á öðrum. Já. Einu sem ég vil pæla er að hvernig ætti hann að staðsetja þetta er hvað 72 eða ekki? Já. Og á þessum tíma var væntanlega ekki mikil tækni til að sýna nákvæmlega hvar það er staðsettur en var ekki radar verið að nota það? Jú, einhvers konar radar. Og það hlýtur að vera þá bara hversu langan tíma þetta er búið að taka? Býst ég við? Já, en ég eins og segi bara í grunninn samt er þetta að hann metur vitlaust. Já. En svo er samt líka hægt að faktur inn í veður. Já, auðvitað. Hefði ekki verið vont veður og þú veist, já. Hefði þá verið hægt að komast hjá þessu.
alveg svo ég talaði í Tenerife slysinu Já, að hefði ekki verið svo mikil þoka nei, hefði þetta að öllum líkindum ekki gerst. einmitt. En líka af hverju ekki að fresta? Já, Fyrst þér fór að stað og þurfti að millilenda, af hverju að fara aftur að stað? akkurat. Ef vissu að var ennþá mjög vont veður og þeir að fara við fjöll, Andesfjöllin, þetta er hár fjallagarður, sko. Já, mjög. Og ég veit að þetta er hár fjallagarður, 3500 metrar er ekki hæsti punkturinn, ég veit það. Nei, alls ekki. Og það er bara það sem þeir lenda, Akkurat, það sem sko. vélinn endar. Þannig að ég veit ekki, ég skil ekki að þessi ákvörðun að þeir þurft að fara. Já, og svo líka af hverju þessi tegunda vél Já, sem gátt ekki farið herra nei, til að fara auðveldari leið. Akkurat, já, ég skildi ekki. Það er mjög mikið af allavega atriðum sem svona eru varhugaverðar. Já, svona hefði verið hægt að komast hjá þessu. Já, akkurat. Það er allavega margt, myndi ég halda. Vist, líka, eins og segi, 22.000 fet, hvað er maxið? 22.500 fet var maxið, já, hjá þeim. Ég held að fjallagarðurinn svona meðaltali er sko í kringum 5.000 metra hæð sem er cirka Ekki nú samt fara að bylla eitthvað. nei, minni það sko ég hef alveg heyrst hennar fjallagarð áður sko, Já, hann er frægur. Ég bara segja, venjuleg millilanda flugvél í Mhm. dag er í svona 35-38.000 fetum. Já, akkurat, sem er alveg hátt. Já, Vel það hátt. er svona venjulega flughæðin í þessum klassísku millilanda. Mhm. Já, 22.000 fet er rosa lágt. Það er það. En þannig að það eru samt þessi þættir. Það eru mannlegu mistökin með staðsendingu vélarinnar. Það er veðrið sem vissulega hefur áhrif og það er þessi stórspund af hverju ekki að fresta. Já, óskiljanlegt sko. Eða þá vera lengur í, hvað var það, Mendoza. Já, Af hverju ekki vera lengur þar. akkurat. Já, þannig að það eru svona ákveðnir þættir sem að spila inn í. Já, algjörlega. Það er einmitt, mér finnst það óskiljanlegt að þeir hafa farið í þessu veðri. Veist, og líka þeir þurftu hvað sem er að stoppa hana áður, út af veðri. Já, þeir náttúrulega vita það ekki þegar þeir fara fyrst í loftið. Nei, algjörlega, en þeir eru búnir að stoppa út af veðri og sem er þá líka svo ógeðslega óskiljanlegt að þeir hafi ákveðið að halda áfram. Já, bara stakst einum setna. Já. Ég skil ekki. En já, þetta var þátturinn okkar í dag. Já, í þingri kantinum. Og við heyrumst þá bara aftur að viku liðni. Já. Ok, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Bye.